Nú ætlum við að skoða annan hlutan af 7. kaflanum úr mannslíkamanum. Sáðfrumur sem eru kynfrumur karla, þær verða til í eistunum. Eistun eru staðsett í pungnum sem er hérna utanum. En af hverju ósköpunum ætli pungurinn og eistun þar af leiðandi séu staðsett utan á líkamanum? Strákar vita mjög vel að það að fá högg í pungin er með því verra sem að maður lendir í, og stelpur vita vel að það er ekki gott fyrir stráka að fá högg þarna. En af hverju er þetta ekki innan í líkamanum, þar sem að líkur á höggum eru nær engar? Jú, það er vegna þess að það er hreinlega heitt inn í líkamanum fyrir eistun. Það er 37 gráðu hiti. Eistun þurfa að vera í 35 gráðum. Annars verða sáðfrumurnar nær óvirkar ef þær eru í of miklum hita. Þess vegna dregst pungurinn að líkamanum, hann skreppur saman, dregur eistun að líkamanum ef okkur er kalt og slakar eistunum frá ef okkur er heitt, kemur þeim frá eða að hitanum. Sáðfrumurnar myndast í eistunum en þær svona klárað verða til og eru geymdar í eistnalippunum sem liggja hérna utan. Tippið sem þið sjáuð hér, sjá það líka hér er forhúðin sem er utan kónginn. Þetta er að mestu svampvefur sem fyllist af blóði þegar karlmaður verður fyrir kynferðislegri áreitni eða örvun. Og þá fyllst af blóði, æðarnar sem að liggja út úr tippinu lokast og þess vegna stendur það beint út í loftið. Það er í raun og veru bara praktík sem gerir það verkum að þetta virkar svona. Strákar gætu í sjálfu sér alveg verið bara með standpínu allan daginn og alltaf. Okkur myndi ekki þykja það neitt óeðlilegt ef það væri bara alltaf þannig. En það er mjög óheppilegt. Tippið er viðkvæmt þegar það stendur út í loftið. Það gæti skemmst bara við íþróttaiðkun eða eitthvað annað sem að strákar eða kallar gera. Fyrir utan hvað þetta væri óþægilegt, þannig að þetta er mjög heppilegt og þetta raun og veru þekkist mjög víða hjá spendýrum að tippið dregst saman þegar það er ekki verið að nota það í þessum tilgangi. Þetta er svolítið öðruvísi á konunum. Þar eru eggjastokkarnir sem eru sambærilegir og við eistun hjá körlum. Þau eru inn í kviðarhólinu og þar verður eggið til. Það losnar hérna út, fer út í eggjaleiðarana, niður í legið. Hér er að myndast himna sem tekur við egginu, stundum sesta í himnuna. Það er að segja að það frjóvgast ekki eða skolast út. Getur svo sem gert hvort tveggja líka þó það frjóvgist. En sé eggið ekki frjóvgað, þá skolast þessi himna út. Við skoðum það síðar. Þetta er svo leghálsinn hérna, leggöngin. Þetta er allt saman innri kynfærin. Ytri kynfæri á konum eru í raun og veru ekki eins fyrirferðarmikil og hjá strákum, en það eru skapabarmarnir, innri og ytri. Ytri barmarnir eru hérna alveg utan á. Innri barmarnir eru hérna utan þvagrásina og legggangsopið og hérna ofan á, eða á milli barmana, sem sagt ofan við innri barmana og milli ytri, er snípurinn. Snípurinn er sambærilegur á við kónginn hjá strákum, en kóngurinn er endinn á tippinu. Því að þetta er það svæði hjá báðum kynjum, snípurinn hjá konum og kóngurinn hjá körlum, sem að er með flestar skynfrumur, skynjasnertingu, og þess vegna þann svæði sem er næmast fyrir snertingu og örvast því mest. Körlum stendur þegar þeir verða fyrir kynferðislegri örvun, en það sem gerist hjá konum er að blóðflæði til kynfæra svæðisins eykst eins og hjá körlum, og þetta svæði sem þið sjáu hérna rautt á þessari mynd, sem er að mestu leyti inn í konunni,
nema snýpurinn sem stendur hérna út. Þetta stækkar allt, þetta fyllist af blóði og stækkar alveg eins og tippið. Þannig að snýpurinn hann stækkar töluvert þegar kona verður fyrir kynferðislegri örvun og þetta svæði í raun og veru þetta svona spennist út, þannig að það opnast svona barmarnir hérna og leggangsopið. Bæði karlar og konur og strákar og stelpur þurfa að þvo kynfæri sín vel. Strákar þurfa að þvo undir forhúðinni því annars það myndast þarna svona efni sem er til þess að hreinsa, en ef það ekki þrifið í burtu þá getur myndast sýking í því. Sama gerist á milli skapabarmanna hjá konum. Konur þurfa ekki að þrífa inn í leggöngunum, leggöngin sjá það sjálf, en það þarf að þrífa svona frá opinu. Ytri hluta kynfærana þarf að þvo með sápu eins og í kringum þetta svæði hér utan á, en hérna á milli og sama með forhúðina undir forhúðinu á strákum ekkert endilega ráðlegt að nota mikið af sápu. Best að nota bara vatn. Og þetta snýst svolítið bara almennt hreinlæti. Eins þurfa stelpur að passa að óhreinindi frá endaþarmi berist ekki hérna fram. Því að bilið hérna á milli mjög stutt sem allt öðruvísi heldur en hjá strákum. Umskurður eitthvað sem þekkt í mörgum samfélögum, hjá drengjum þar að segja, en þá forhúðin skorin burt. Þetta í sjálfu sér ekkert svo slæmt, því að það yfirleitt hreinlegra að skera hana burt, en það svona spurning, þetta setur spurningamerki við það þegar þið verða að gera þetta við nokkura daga gamla stráka. Það kannski full langt gengið, en það svolítið önnur saga með konur. Það þekkist líka að konur séu umskornar, en þá hluti kynfæra nú oft snýpurinn skorinn burt og jafnvel í einhverjum tilfellum saumað fyrir leggangsopið. Þetta gríðarlega sársaukafullt, sviptir konur að mestu leyti ánægjunni af kynlífi og í raun og veru ekkert annað en gróft ofbeldi og hvergi að líðast. Stúlkur verða kynþroska á undan strákum, munar alltaf 1 til 2 árum. En hérna sjáu þið svona gróflega þær breytingar sem verða á líkamannum, annars vegar hjá körlum og hins vegar hjá konum. En það eru hormón sem stjórna þessu, testósterón stjórnar þessu hjá drengjum og estrogen og prógesterón hjá stúlkum. Og það í raun og veru framleiðsla þessa hormóna sem drífur þær breytingar sem verða á líkamannum. Það fara að vaxa hár undir höndum og kynfærum, vöðvar stækka hjá strákum, þeir fara í mútur sem eðlilegasti hlutur í heimi. Mútur myndast vegna þess að barkakýlið stækkar allt í einu og það tekur stráka bara smá tíma að læra að nota stærra barkakýli. Þess vegna eins og röddin bresti oftar og þeir verða svona skrækir eða falskir. Það því þeir hreinlega kunni ekki alveg að nota þetta stærra barkakýli sem eru skyndilega stækkað, alveg eins og ef að maður afstillir hljóðfæri þá þarf maður að læra að stilla það upp á nýtt. Eða ef maður byrja að læra á hljóðfæri sem maður kann ekki á, þá tekur tíma að læra á það. Það ekkert öðruvísi með röddin í okkur. Þetta gerist ekki á konum, þess vegna fara þær ekki í mútur. En hjá þeim þá myndast líka hár á kynfærum og undir höndum, mjaðmirnar stækka og það myndast brjóst. Mjaðmirnar stækka vegna þess að þær þurfa gatið út úr mjaðmagrindin hérna neðst þarf að stækka til þess að geti fætt barn. Karlar losa milljónir sáðfruma á hverjum einasta degi, það myndast milljónir sáðfruma á hverjum einasta degi, en konur losa það bil 1 egg á mánuði þann tíma sem þær í barneign, sem frá því þær eru svona 10, 11, 12 ára gamlar fram yfir 50. Og í hverju mánuði býr legið sig, eins og ég sagði áðan, undir komu eggs. Það eru hormón sem stýra þessu.
Tíðarhringurinn er 28 dagar að meðaltali. Hjá stelpum sem eru nýlega byrjaðar á blæðingum getur hann verið óreglulegur, en hjá flestum verður hann fljótlega mjög reglulegur. Hann byrjar á blæðingum, síðan byrjar framleiðsla á ákveðnum hormónum, hægt og hægt, sem að stækkar slímhúðina innan á leginu, þessi blóðríka slímhúð, þangað til að eggið losnar. Þá verður aukin framleiðsla á ákveðnum próteinum, sérstaklega estrogeni og próteini sem heitir LH, og egglos verður í miðjum tíðarhring. Þá er konan frjó og í örfáa daga þar á eftir. Síðan minnka flest hormónin og þangað til tíðarhringnum lýkur, og ef eggið hefur ekki frjóvgast þá er öllu saman skólað út og byrjað upp á nýtt í nýjum tíðarhring. Hann byrjar með þessari útskólun. Konur nota dömubindi til þess að tína upp, eða ekki tína, til að taka við því blóði sem kemur út, og þær getur nota tíðartappa líka. Þetta er tappi sem þær setja inn í leggöngin, en það þarf að passa að skipta reglulega tíðartappa, notið þær svoleiðis oft á dag í raun og veru. En hérna sjáu þið bara aðra útlistun á þessari sömu myndum að hér er ekki, þetta eru 28 dagar, byrjar á blæðingum og egglósið er nokkurn veginn í miðjum tíðarhringnum. En þá er þessum hluta lokið.